Félags- og húsnæðismálaráðherra gagnrýnir Sjálfstæðisflokkinn fyrir að lækka skatt á efnameira fólk í stað þess að auka framlög til velferðarmála. Ráðherrann segir ágreiningin hafa verið slagsmál. Félags- og húsnæðismálaráðherra segist hafa verið í slagsmálum við samstarfsflokkinn í ríkisstjórn um framlög til velferðarmála. Sjálfstæðisflokkurinn leggi meiri áherslu á að lækka skatta á þá efnamestu. Samkvæmt tölum sem Eygló Harðardóttir félags- og húsnæðismálaráðherra hefur undir höndum hafa vaxtabætur rýrnað mikið á síðustu 3 árum. Þær hafi lækkað 25% á síðasta ári og þeim sem fá þær fækkað 21%. Þá hafi þeim einnig fækkað sem fá greiddar barnabætur. Fjármálaáætlun fjármálaráðherra til næstu 5 ára boðar enn frekari lækkun á barna- og vaxtabótum. Eygló segir því ljóst að breytingar á húsnæðiskerfinu séu nauðsynlegar og fjárframlög inn í velferðarkerfið séu aukin. Þær viðræður hafi hingað til strandað á Sjálfstæðisflokknum. Það hefur verið mikil átök, það er stundum slagsmál við samstarfsflokkinn framlög inn í velferðarkerfið. Við höfum svo sem séð það hefur tölur andstæða við þær tillögur sem ég hef verið með í snýra breytingum á húsnæðiskerfinu. Áherslan þar hefur frekar verið á því að lækka skatta fyrir þá efnamestu og lækka skuldir ríkisins og við höfum svo sem alveg séð hver afleiðingin af því var hér fyrir hrun þegar við náðum nánast að borga upp skuldir ríkissjóðs en hins voru heimilin að drukkna í skuldum, fyrirtækin að drukkna í skuldum og síðan jafnvel sveitarfélögin líka. Eygló segir mikilvægt að stuðningur við heimili landsins verði færður yfir til velferðarráðuneytis og húsnæðisstuðningur sem fer í gegnum húsaleigu og vaxtabótakerfi yrði sameinaður í húsnæðisbótakerfi sem byggir á efnahag fjölskyldu. Núverandi kerfi gangi ekki upp. Ég tel að með því að þá standi fjölskyldur landsins eins og ungu fjölskyldufaðir sem hafið samband við mig frammi fyrir því að þurfa að skuldsetja sig frekar en að fá sanngjarnan stuðning frá samfélaginu. Eygló segir því mikilvægt að velferð frekar en skattar séu í fyrirrúmi og vill hún að vaxtabætur séu sameinaðar nýju húsnæðisbótakerfi og endurskoða stuðning við barnafjölskyldur. En hún bjartsýn á að samstaða náist við samstarfsflokkinn? Við sjáum það bara núna sístu dögum að þá hafa menn í Sjálfstæðisflokknum verið að leggja aukna áherslu á velferðarmálin, aukna fjármuni inn í heilbrigðiskerfið. Það er oft betra seint en aldrei og þannig að maður myndi náttúrulega horfa til þess.